Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að halda okkur á menningarlegum nótum því það aldeilis mikið að gerast og mikil gróska í listalífinu á Akureyri. Við ætlum að forvitnast það sem að vera á listasafninu og jafnframt nýja sýningu sem að opna í Kaktus. Hingað til mín eru komin Hlynur Hallsson og Freyja Eilíf, verið hjartanlega velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Ef við bara byrjum á listasafninu, svona, hvað að gerast? Við erum að opna alveg 3 nýjar sýningar, 3 spennandi sýningar og afar ólíkar. Það fyrst að telja hana Heklu Björt Helgadóttur. Þetta í fyrsta skipti sem við erum að opna nýja sýningu í sal 12 sem hefur verið bara sama sýningin frá því að safnið var endurbyggt fyrir 3 árum síðan og nú eru akkurat 3 ár síðan að nýja safnið var sem sagt opnað og vígt. Og Hekla Björt með rosa fallega innsetningu þarna sem kemur örugglega mörgum á óvart og verður spennandi að sjá. Og svo það Ragnar Kjartansson. Hann að gera nýtt verk sérstaklega fyrir Akureyri, fyrir listasafnið á Akureyri. Og það upp á Svölum í safninu sem sagt og verður sýnilegt frá kirkjutröppunum og bara héðan og þaðan. Ef maður kemur fljúgandi til Akureyrar þá blasir það við manni, sko. Já, Undirheimar Akureyrar heitir þetta verk og þessi sýning. Og þriðja sýningin síðan við erum að stækka safnkennslurýmið okkar og förum inn í sal 7 og þar verður svona breytileg sýning og Heiða og Pálína, safnakennararnir okkar, hafa verið að setja saman mjög skemmtilega sýningu sem mun taka breytingum. En við erum sérst að opna hana á laugardaginn líka. Og það opið alveg allan daginn frá klukkan 12 til klukkan 11 kvöld. Já. Og frítt inn í safnið. Og síðan eru þetta hellingur af viðburðum tengdu þessum sýningum líka. Það sem sagt listamannaspjall með honum Ragnari. Ragnari, einmitt. Og það klukkan 3 á laugardaginn. Og það bara út á Svölum, það spáð bong og blíðu, þannig að við treystum því bara. Já, já. Já, og svo verður varpað myndbandsverkum, 6 myndbandsverkum verður varpað utan á listasafnið. Ljósin í bænum heitir þetta verkefni og á fleiri byggingum í bænum. Tilefni af því að Akureyrarvaka hefði náttúrulega átt að fara fram helgina. Já, þannig að þarna eru verk eftir 6 listamenn. 2 af þessum verkum á safnið, það eftir Örnu Valsdóttur og Ans Lekkija og svo eru 3 verk sem við höfum sýnt áður eftir Siggu Björg og Árna Jónsson og Björg Eiríksdóttur og síðan nýtt verk sem við höfum ekki séð áður sem sérstaklega gert fyrir þetta, það eftir hann Egil Jónasson. Þannig að það eru 6 vídeóverk sem verða á föstudags, laugardags og sunnudagskvöld frá klukkan 9 til klukkan 12:30 nóttina þeim varpað á safnið og hægt að sjá þau. Og síðan svona enn eitt sem mætti bæta við hér sem sagt að hann Örn Tønsberg að endurgera verkið eftir hann Margeir Dýre Sigurðsson sem að Margeir spreyjaði einmitt í portið á milli Röbb og Eymundsson í Listagilinu fyrir nákvæmlega 7 árum síðan á Akureyrarvöku árið 2014 og það var heilmikil umræða í vetur að þetta verk væri bara að hverfa, það var orðið mjög skemmt. Þannig að það var brugðist hratt við og KEA og Slippfélagið og hann Finnur Málari, þau lögðust á eitt að stuðla því að þetta verður endurgert sem sagt og núna mun hann Örn Tønsberg, félagi hans Margeirs, endurgera verkið og verður að því bara svona, lungan úr laugardeginum og kvöldið klukkan 9 verður svona smá, þá ætlar hann að vera búinn og þá verður svona smá athöfn. Frábært. Og Freyja, þú ert að opna sýningu í Kaktus í Ketilhúsinu í Listagilinu líka, þannig að það verður aldeilis líf í Listagilinu. Og hvernig sýning þetta? Ég að opna sýningu sem heitir Mánudá og sýning á verkum sem að fjalla þess að þrá að komast eitthvað burtu frá hennum hversdagslega raunveruleika, til dæmis í ferðalag út í geim eða inn í aðrar víddir og þetta eru verk í margvíslega miðla, málverk, skúlptúrar og hreyfiverk og hljóðverk og svona
lítið ferðalag fyrir fólk til þess að fara í vonandi Já. og heitir Mánudá til að vísa í þessa upplifun þegar maður fer inn í undirvitundina í ferðalag eitthvað annað en í raunveruleikanum. Einmitt. Og þegar maður er að vinna í svona margvíslegum miðlum, ekkert vandamál að setja saman sýningu? Hvernig velur maður verkin? Tja, maður verður nú ansi klár í svona lítill 1000 félagsmiður sko, sem listamaður. Já. Skítsæmilegur í ýmsum, þannig að ég er með allt verkstæðið með mér bara upp í gallerí akkurat núna og er að vinna verkin á staðnum og tók allt með mér bara til þess að mæta teknilegum örðuleikum á leiðinni. Já. Og svo er svo mikið að góðu fólki líka sem rekur kaktus sem að aðstofa mig. Ef það er eitthvað sem ég get ekki fundið út úr sjálf. Einmitt. Þetta er náttúrulega gott að eiga góða nágranna. Listasafnið er náttúrulega bara þarna uppi og kaktus á jarðhæð Ketilhússins, ekki satt? Akkúrat. Og sýningin opnar á laugardaginn þá líka? Já, hún verður opin á sama tíma og safnið frá hádegi klukkan 12 til 11 kvöldið. Já. Og löngu opnun. Löngu opnun, þannig aldeilis tækifæri til þess að spóka sig í góða veðrinu og kíkja á sýningar í bænum. Og þetta er svona COVID-væn opnun auðvitað að því að við viljum ekki allir hrúist inn á sama tíma, þess vegna er teykt á þessu svona bara yfir allan daginn og að þessu sinni alveg bara langt frá kvöld sem er líka bara mjög skemmtilegt. Já. Og það eru einhverjar fleiri sýningar í Listagilinu að opna í Mjólkubúðinni held ég sé líka sýning að opna og örugglega í Deiglunni líka. Og síðan gleymdi ég náttúrulega að minnast á, ég vissi að ég myndi gleyma einhverju, að það var semst á sunnudaginn klukkan 11 hjá okkur það er svona fjölskylduleiðsöfn Erró. Erró, já. Heiða Björk sem ætlar að leiða semst bæði börn og fullorðna segja frá Erró-sýningunni sem er á efstu hæðinni hjá okkur í safninu. Og það er svona leikur á eftir sem að börnin geta tekið þátt í og fengið smá verðlaun meira að segja. Já. Og það er bara, þá er bara svona einhver grímuskylda og svoleiðis til þess að af því að ef að fólk verður nær heldur en 1 meter, við erum alltaf að hugsa hlutin út frá því líka sko. En skemmtileg sko, því að sýningin hennar Freyju kallast svona auðvitað alltaf á sýningu Heklu. Hekla er náttúrulega eitt svona potturinn og pannan í kaktus líka. Já. Og þið hafa nú unnið eitthvað saman og svo framvegis sko. Þannig að Við erum líka búin að vera í miklu samtali vegna þess að sýningunum minni hefur núna verið frestað alveg 3 sinnum og loksins að opna. Já. Hún átti að opna fyrir 1,5 ári. Já, það er alveg svoleiðis. Þetta er langþráð opnun. Já. Gaman að það skuli hittast á og þið séu báðar að opna á sama tíma sko. Einmitt, já, og í millitími erum við líka með svo góðar vinkonur. Já. Hátíð dagur. Já, heldur betur. Og það náttúrulega hlýtur að sko hafa áhrif, þá ertu búin að hafa þennan tíma, 1,5 ár til þess að hugsa hafa sko efnistökin breyst eitthvað á þessum tíma eða? Já, ég er í raun með allt og mikið af verkum fyrir sýninguna og er að grísja út. Það er svona það sem ég er að vinna í. Já. Að velja hvaða verk verða sýnd og hvaða verk ég pakka aftur niður. Já. Það getur verið mjög erfitt að setja sýningu saman þannig. Ég trúi því. En er í rauninni búin að vera í vinnslu í 1,5 ár. Já. En þau verk sem að fá ekki að vera með núna öðlast vonandi bara eitthvað framhaldslíf og finnur þeim einhvern vettvang aftur síðar. Jú, vissulega. Það verðum við ekki að vona það, listaverkanna vegna, þau fái það allavega. Og áhorfendanna vegna líka sko. Já. Þeir fá að sjá verkin sem að komast kannski ekki með í þessa sýningu en fá að kannski vera með næst eða þar næst. Einmitt. Það er allavega morgunljóst að það er nóg að vera og hægt að mæta allan daginn og fram á kvöld, þannig að sóldýrkendur sem tíma ekki að fara úr sólinni, þeir bara mæta þegar að fer að skyggja. Þannig að við hvetjum auðvitað bara alla sem vettlingi geta valdið að kíkja á alla þessa mögnuðu listviðburði sem verða í gangi helgin. Og hvað stendur sýningin þín lengi? Sýningin mín stendur bara yfir helgina. Bara helgina? Hún er opin helgina og svo sunnudeginum frá 12 til 6. 12 til 6, já, einmitt. Þannig að það er að hrökkva eða stökkva, sko. Fólk verður bara að drífa sig helgina. Hvetjum auðvitað alla til þess og haldum á afmæli bæjarins í leiðinni.
Heldur betur. Sýningarnar í Listasafninu, þær eru hins vegar aðeins lengur. Sýningin Heklur alveg fram í mars á næsta ári Já, og verkið hans Ragnars Kjartanssonar verður til sýnis alveg fram í ágúst á næsta ári. já, einmitt. Og sýningin í safnkennslurýminu, hún er síðan, já, svona, verður sennilega í 1 ár, en eins og ég sagði, tekur breytingum. Mun breytast að koma barnaverk þarna inn í á tímabilinu og eitthvað úr svona alls kyns smiðjum og svoleiðis sem að bætist við og eitthvað fer niður og annað kemur upp. Magnað. Við hvetjum þetta bara alla til þess að mæta og þakka ykkur kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja mér frá þessu. Gangi ykkur vel. Takk Takk fyrir mig. sömuleiðis.